Já, góðan daginn, kæru áhorfendur, velkomin að hvort sem eru að horfa á sjónvarpinu eða símanum eða tölvunni. Rúnar Freyr heiti ég og ætla að fylgja ykkur hérna í gegnum leik SA Víkinga og Fjölnis í meistaraflokki karla í íshokkí. Það er ekkert að fara að lesa upp númerun á þetta leikmannum, ég held að þið hefur heyrt það í útsendingunni. En hérna, þetta er svo sem leikur sem að kannski skiptir ekki öllu máli, enda Skautafélag Akureyrar og Skautafélag Reykjavíkur búin að tryggja sig í úrslit. Þannig að það er svo sem ekki búin að spila hérna í dag, en nema bara heiðurinn og hérna og svo er þetta sjálfsögðu fín æfing fyrir Skautafélag Akureyrar Víkinga að hérna gera sig klára fyrir úrslitin. Dómararnir í dag eru sýnir Sæmi vera yfirdómari og Guðni og Dúi á línunni. Við sjáum að það er hérna þétt skipaður þjálfarabekkurinn hjá Skautafélag Akureyrar. Ásamt honum Richard Tattinen eru þeir Unnar Hafberg Rúnarsson og Ingvar Jónsson. Þeir eru báðir meiddir og spila ekki í dag. Eins vantar Andra Mikaels fyrirliða Víkinga. Hann verður ekki heldur með í dag, meðsla. Og hérna Heiðar Gauti Jóhansson verður ekki með heldur í dag. Þannig að það er eitthvað leikmönnum sem að vantar. Hjá Fjölni eru þjálfararnir Gunnar Guðmundsson og Gunnlaugur Thoresen og Úlfar Jón Andrésson liðsstjóri, en reyndar sé nú ekki Gunnlaug á bekknum. Jú, það er hann, sýnist mér. En það er alltaf verið að klárt. Fyrsta leikna Víkinga komin á ísinn. Það verður Unni Steinn og Jóhann Leifsson. Hafþór Andri komin aftur eftir meiðsli. Gaman að sjá það. Gunnar Arason og Bjarmi Ágústsson í vörninni. Hjá Fjölni er það Martin Simonek, Viktor Svavarsson, Viggo Hlinsson, Falur Guðnarsson og Hilmar Benediktsson. Við byrjum þetta og SA Víkingar vinna uppkastið. Fín skipting þarna hjá Víkingum, setur hann líklega bara djúpt þarna. Og það er rangstaða. Uppkastið, komið sinni miðuna, Jóhann, Unni kominn í færi, hérna bara, já, skítur, nei. Martin Simonek blokkar þetta skot vel. Pressa hjá Víkingum hérna. Setta hann djúpt bara, já, nei. Það tekur mér rólegur á bekkinu hérna. Við skipta. Og hérna Róbert Hafberg og Birgir Einarsson komnir inn á. Baltasar Ari kominn inn nú líka. Það vantar náttúrulega Atla Þór Sveinsson líka í vörnina. Hann er úti með unglingalandsliðinu að þjálfa. Róbert Hafberg kemur upp úr hotninu með pökkinn. Hann er lipur. Fín sending hérna á Baltasar, en hann er ekki að stýra svo markið. Baltasar heldur pekkinum.
Setur hann á Birki bak við markið. Birki rólegur, setur hann upp á bláu Björn Már. Þvert yfir og skot frá Baltasar en það blokkað af Sölva. Og Fjölnismenn koma upp kantinn. Fín vinna þarna hjá Arnari Kristjánssoni. Lætur Sölva aðeins finna fyrir sér. Aldursforsetinn Björn Már Jakobsson, líklegast elstur hérna á ísnum. Það eini sem kannski eldri en hann, það er ekki bara svona Guðni dómari, eða línuvörður. Það var Halldór Skúlason með fínt Arna! Fyrsta markið komið og það er Ágúst Máni Ásgrímsson sem að skora fyrsta mark Sveitarfélags Akureyrar. Þá má sjá þetta aftur, það var eitthvað klafs skot á markið og Ágúst Máni fylgir þessu eftir. Það hvort við náum að sjá sjáum þetta endursýnt hérna aftur. Það er Halldór Skúlason sem gerir vel, gefur Bekkjum á markið og já, Ágúst Máni bara heyrði frákastið og setur hann inn. Vel gert. Halldór Skúlason fá ekki bara stóðsendinguna. Matthías Stefánsson líka. Já, 1-0 fyrir Víkinga, fínt start hjá rauðklæddum. Það er þessu í æsingu og við fáum upp kast inn í varnarsvæði Fjölnismanna. Vinna uppkvæmsvík, Gunnar setur hann bara djúpt. Unni vinnur bökkinn, setur hann niður fyrir Haffa. Vel gert strákar. Jóhann Leifsson reynir að snúa sér. Vel gert hjá Fjölnismönnum hérna. Fín tækling. Þeir eru í smá vandræðum með að komast út úr svæðinu hérna. Fín pressa hjá rauðin. Áfram, setja pressu. Aftur. Og Vinsson var með bökkinu. Hilmar. Þetta er hættulegasta línan hjá Fjölnismönnum. Þeir eru kvikir, Viggo og Hilmar. Falur með þeim hann stökkva líka. Róbert Hafberg. Setur hann. Arnar Kristjánsson missir hann. Róbert rétt missir af þessu. Martin Simonek. Óhefilegt að missa bökkinn þarna. Ég held ég að væri nú að koma æsing en það kom ekki. Og Fjölnismenn konur í færi. Vel varið. Gott blokk hérna hjá Ágúst Mána. Ágúst Máni kemur sterkur inn í leik, kom með mark og blokka skot strax. Vel gert hjá honum. Matti setur pressu. Það skipta strákarnir Unni og Hafþór og Jói að koma inn á. Fjölnismenn. Viktor Örn með fína sendingu fyrir markið Björn Már. Nei, hérna. Færi. Vel varið. Við tekum bara skotið.
Sverrisson sem að blokkar þetta fyrir samherja sínum. Þeir eru eitthvað að, sýnist mér að Víkingarnir að rúlla, þeir eru ekki að rúlla á föstum línum alveg. Þetta sé að rúlla kannski á 3 senterum, 4 línum, 4 kanturum eða eitthvað svoleiðis. Ég er alveg viss vegna þess að það er eitthvað búið að rugglast línum þetta nokkuð sinnum. Þannig að það var Ormur Jónsson, gerir vel að halda bekkinn þarna, en það komið sér djúpt samt. Ormur Jónsson les þetta. Svolítið graðag út allt hérna núna, leikurinn. Það er Baltasar Hannig, öskufljótur. Fínt skot, það er velvarið. Styrmir Snorrason í markinu hjá Fjölnismönnum. Gammal reyndur. Skalarsson, þessi bökkinn. Það var það Fjölnismenn sem kom í færi Viggo. Hann er svona svolítið allt í öllu hjá Fjölnismönnum hérna. Þessa menn, Óskar Skúlason setur hann á Bjarma. Bjarmi setur hann bara djúpt. En flautur rangstaða á Víkinga. Já, Róbert Steingrímsson í markinu hjá Víkingum. Það er lítið reynt á hann ennþá. Varði samt vel á hann. Gerði vel. Það er alltaf erfitt að verja ef það var lítið að skotum á því í byrjun. Menn vilja helst fá nokkra pekki á sig til að komast í takt við leikinn. En áfram heldur þetta pressa á og Jóhann með sendingu fyrir og Unna sem rétt missir pekkinum. Halldór Skúlason með skot sem blokkað. Jóhann Leifsson heldur honum, setur hann Unna sem að snýra sér varnarmann Fjölnis þarna. Róbert Freyr Pálsson, það er viðdómur. Það er að koma dómur á Fjölnismenn og færi. Og það er búið að flauta. Það er tveggja víta dómur á Fjölnismenn fyrir húking. Sýnist að vera Kópur sem er að fara í boxið. Kópur Guðjónsson, 11 hjá Fjölni. Á 7. mínútu og 37 sekúndur eftir við Kópur Guðjónsson fættur fyrir húking. Og við powerplay stilla upp hérna. Róbert þarna hægra megin, Halldór upp á topp. Og Arnar þetta vinstra megin með mér. Það var klaufalega gert. Hægt hjá Víkingum að komast inn í svæðið hérna. Arnar sem lappar inn, tekur skotið. Við þurfum að fá trafík fyrir frá markið þegar þetta skjóta svona löngu færi. Snorri er að fara að hirða þetta allt saman ef hann sér pökkinn koma. Við þurfum að gera mikið betur í powerplayinu. Ef við viljum fá eitthvað út úr þessu. Hún er svo sem svolítið löskuð powerplay-línan sem var innan núna. Það vantar menn þarna í þetta og það er búið að hræra svolítið í þessu öllu saman. Það koma menn með fyrsta powerplay sitt, fyrstu powerplay-línuna, Gunnar Arason. Ætlar að setja hann yfir á Jóa Leifs hérna en komast í milli. Og það er Hafþór Andri yfir á Gunnar. Gunnar yfir á Jóa, Jóa komin í færi og rétt framhjá. Þetta var fínt færi.
Það er svolítið dýrt að setja hann framhjá á fjarstöngina. Ef það skotið fast þá yfirlt fer það alla leið tilbaka inn í varnarsvæði. En Hafþór gerir vel hérna. Heldur bekkinn sterkur, kemur hann upp á Gunna. Gunni lappar og setur skot sem er blokkað. Framhaldaður Jói Leifs. Gunni og Gunnar Ara er færi og gera vel hérna. Róbert Pálsson gerir vel, kemst fyrir skotið. 26 sekúndur eftir af powerplayinu hjá Víkingum. Sköpuðu sér nokkur fín færi hérna núna. Sjá hvort að þessi lína getur haldið áfram að skapa eitthvað. Þessar vinnur uppkastið fyrir Víkinga. Róbert Hafberg yfir á Halldór Skúlason. Yfir á Birki Einarsson. Heldur, setur hann á Róbert. Þetta er svona full þröngt þarna. Birki með pökkinn, setur hann niður á Arnar. Missir hann frá sér þarna og Fjölnismenn hreinsa og þar með fer þetta tækifæri hjá Víkingum. Þess að nýta liðsmuninn. Fjölnismenn konum með full lið. Svolítið mikið lélega sendingar hérna hjá Ágúst Máni, markaskorarinn. Setur hann fram hjá. Fjölnismenn koma upp hérna og færi. Þetta var hættulegt. Jóhann Mar kom í færi, það var það Andri Sverris. Hann er með Mattias með sér og kemur hún á Matta og Matti færi og skorar! Glæsilega gert. Virkilega vel gert hjá Andra Sverris þarna líka. Dregur mannin í sig og hann er náttúrulega ekki með sama hraða kannski og var með hérna áður fyrr. En hann er sterkur og hann dregur mannin í sig og kemur hann svo með bakhöndinni inn í miðsvæðið á Matta sem kemur á ferðinni og setur hann á milli lappana. 5-hole á Snorra í markinu. Þetta var snillilega gert hjá Víkingur og staðan orðin 2-0. Það lítur ágætlega út þetta í byrjun. Sjáum endursýningu af þessu. Andri kemst inn í fyrir skotið þarna. Sjáum þetta hérna aftur, glæsilegt. En áfram heldur leikurinn, það er Ágúst Máni. Hann er grimmur, já. Fjölnismenn reyna að komast út úr svæðinu en það er fín pressa hjá Víkingum. Ágúst Máni og Andri Sverris aftur hérna í baráttunni, Andri setur pressu. Vel gert hjá Andra þarna, hann er klókur, tæpur þarna. Fjölnismenn, þeir missa pökkinn í jafnóðum. Þeir gengur illa að halda pökkinum Fjölnismönnum. Þeir hérna missa svona jafn harðan og þeir ná honum. Þá voru það setja hann bara beint í slotti hérna. Það er Hafþór heldur þessu. Arnar Kristjánsson yfir á Haffa sem á fínt skot. Haffi lætur finna fyrir sér. Ágætis tilraun. Því bara færi Róbert Sengursson verð þetta vel. Og Leifsson ætlar að reynsa þarna, setja hann beint í Arnar Vallamann og koma þessu út úr svæðinu og úr hættu og fara í skiptingu. Það var Róbert Pálsson, hann er sterkur á bekkinum, heldur hann bara hérna djúpt í horni. Kemur hann upp á Martin Simonek sem er undir pressu og lendir í vandræðum, missir bökkinn. Fjölnismenn komur aftur inn í þetta. Róbert Pálsson.
Kemur þessu hérna yfir á Sölva. Sölvi með Martin fyrir aftan sinn, setur hann ekki á hann, ákveður að setja djúpt. Og þá það Baltasar. Martin gerir vel í vörninni. Róbert Hafberg. Sterkur á bekkjunum líka. Lipur. Halldór inn skot en Sölvi blokkar þetta. Bjarni lögði djúpt á Halldór. Pínu leikleysa í gangi hérna hjá báðum liðum. Það vonandi jafna sig bara. Byrja nú allt svona. Sterkur á bekkjunum á horninu. Vinstri pressu. Gunnar Arason heldur þessu inni. Andri Sverris. Skynsamur. Það barátta hérna sem menn hafa betur. Björn Már með rúmskott sem Snorri tekur. Svolítið brattir hérna Víkingarnir sem að skjóta í gegnum skrín. Gegnum Fjölnismenn á bláu línu. Það hættulegt ef að setja bökkinn ef hann blokkaður á. Þetta menn fengi breakaway. Fjölnismenn er búin að blokka nú alveg ansi mörg skot núna í fyrstu lótunni. Gunnar Arason setur hann bara djúpt. Og koma Fjölnismenn. Það var Hilmar með skot. Glæsilegt skot í stöngina. Óheppinn þarna. Það var óheppinn þarna, hann fór ekki inn. Það var Jóhann Þór Leifsson. Hægir á, setur bökkinn yfir á Gunnar Ara. Gunnar Ara með glæsilegt mark. Þetta var vel gert hérna. Voru stálheppnir Víkingar að fá ekki á sig mark þegar að Hilmar sett hann í stöngina fram hjá Róberti. Þeir sóttu hratt upp og það er Gunnar Arason sem skorar eftir stóðsendingu frá Jóhanni Leifsinni. Skoraði leikmaðurinn númer 5 Gunnar Arason eftir stóðsendingu frá leikmanni númer 10 Jóhanni Már Leifsson. Markið var skorað á 14. mínútu og 8. sekúndu. Sjáum endursýningu þessu hérna. Jóhann hægir á bara, setur og svo bara inn í svæði hérna fyrir Gunnar sem að smellur hann bara í skeitin. Glæsilegt. Fjölnismenn eru rangstæðir og uppkast hérna rétt fyrir utan varnarsvæði Víkinga. Fimm mínútur og 40 sekúndur eftir að fyrstu lótunni. Þetta er búið að fjörugt. Víkingar mun sterkari aðilinn í dag. En það vantar svo sem líka í liði Fjölnismanna. Sjáum að hérna Emil Ólengard er ekki með þeim til dæmis og vantar eitthvað fleiri leikmenn sem ég ekki alveg viss hver eru. Það munar nú minna hafa ekki Emil. Hann er frábær leikmaður og þjálfari. Kemur hún fyrir á Birki hérna minna litlan næði skotamar. Saman Fjölnismenn eru bara í bullandi vandræðum. Þeir hérna ná ekki að halda pekkinu minna liðsins nema bara í smá stund og þá eru þeir eiginlega búin að henda honum frá sér aftur. Það var aðeins rólegri. Annað fínt spil hjá þeim. Kemur Viktor upp. Andri Skúla gerir vel. Settur hann fyrir Róbert sem að næður sig ekki. Hérna og það var Fjölnismenn konur í færi.
og Róbert ver þetta. Pökkurinn bak við mark síns, já. Og Darra dansandi fyrir fram markið á Róberti. Markur Skúla setur hann bara djúpt og heldur áfram pressunni. Víkingum hefur gengið vel að skapa þessi færi þó að það hefur verið svona pínu út allt hockey hjá okkur þá höfum við skapað okkur mikið af færum og nýta þrjú þeirra. Bara flott. Það finnst mér að tími Viggo Lindsson, það má nú ekki nýta mikið af honum. Hilmar hættur líka, Falur. Fín sending hérna yfir á Martin Simarek sem nær ekki skotinu. Og Hilmar reynir skot en frá sér Andri Sverrir fyrir kilurna en ákveður að koma bara manninum og pekkinum út fyrir bláu sem vel gert hjá honum. Það einna helst þessi lína hérna hjá Fjölnismönnum sem að skapa einhvern usla. Martin Simarek. Kílar eftir hérna. Gerir vel að halda þessu. Kemur svo á Arnar og Arnar setur hann djúpt á Hafþór. Róbert Pálsson. Sjá, þeir henda pekkinum bara frá sér aftur og aftur. Enda kannski undir þónleikum mikilli pressu. Það kannski það sem að Víkingar að gera hvað best núna. Þeir að setja pressu og gefa Fjölnismönnum lítinn tíma með pökkinn. Hann heldur bara áfram alla leið. Lappa bara inn í svæðið og Róbert Taberg með skot beint í grímuna á Snorra. Svo setur hann djúpt fyrir Róbert og hann kemur að Birki Einarsson. Birki fer í skotið. Snorri Skúlason með fína tæklingu á Viktor hérna. Þá það Fjölnismenn sem kom í færi. Vel varðið. Það var leikmaður nr. 77, Liridon Duplako. Duplako, sem að bera þetta fram. Það ekkert að fara mjög illa með þetta. Skúla kemur inn í svæðið, hóttur sem bara markið. Rennir út í svæðið og Andra Sverrir sem skynsam að setja hann upp. Andri Skúla með fínt skot. Bræðurnir, Halldór og Andri Skúlasinir spila báðir fyrir Víking í dag. Það 1,5 mínúta eftir. Gunnar Arason með pökking kemur þessu. Komast út úr svæðinu. Falur sækir tilbaka. Í sendingatum á Viggo. Það hlýtur að fá dóm núna, ég trúi ekki verið. Nei, sleppur með þetta. Fauk eitthvað í hann hana. Það slapp með. Það setjum á 2 mínútur með slapping. Hafþór Andri aðeins að láta finna fyrir sig líka. Smá hít í mönnum eitthvað. Ekkert alvarlegt. Hérna Víkingar að bökkurinn hafi farið af Gylfi Fjölnismanns og því hefði þetta ekki átt á ræsing. En það nú kannski mikilvægri málefni í lífinu til að kvarta yfir þetta. Uppkastið inn í varnarsvæði Víkinga. Það eru 39 sekúndur eftir fyrstu lotu.
Róbert Pálsson vinnur kannski Róbert Pálsson verður að spila center. Nú varnarmaður venjulega. Leifsson gerir vel. Bjarmi grimmur. Þar á orða bara niður, bara 5 sekundur eftir. Bara bekkjunum. Og fyrsta lóta klárast. 3-0 fyrir SA Víkinga. Það voru Ágústsson segi. Gekk eitthvað illa hjá mér. Matthías Stefánsson og Gunnar Arason sem skoruðu mörkin fyrir Víkinga í svona, það nett einstefna þetta. En Gunnar Guðmundsson og Gunnlaugur Þórhallsson fara líklegast inn í klefa og lesa eitthvað yfir hausamótunum á sínum mönnum og komur örugglega tvíeldir hérna í lotu númer 2. Ég ætla að taka mér kaffipásu á meðan og smá íl í kroppinn og við heyrumst aftur eftir sirka 15 mínútur.
Jæja, þá erum við mætt aftur. Að gera okkur klár hérna fyrir lotu númer 2. Ég fekk hérna ábendingu það ég væri nú búinn að kalla Styrmi Markmann Snorra alla fyrstu lotuna. Biðst nú afsökunar á því. Ég er bara búinn að þekkja Styrmi í svona 25 ár. Ég ætti nú að vita hvað hann heitir. En, já, kalla hann bara föðunafninu. Vonandi verður ekki mjög móðgæður. Og svo er hérna annar líka, ég er búinn að kalla hérna Gunnar Guðmundsson þjálfara. Hann er að spila hérna og ég kalla hann nú Viktor alla leikinn. Hann er nú merktur Viktor aftan á treyjunni. Númer 12 en Viktor er aftur á móti númer 22. Svo standi Viktor aftan á treyjunni á Gunnar Guðmunds. En það er gaman að sjá Gunnar spila hérna. Dómar leiksins er að tjekka svona aðeins á mörkunum og að þetta sé ekki allt fast og klárt. Sjáum hvort að hérna Gunnar Guðmunds og Gunnlaugur hafi náð að laga eitthvað til í spilamennsku Fjölnismanna. Það þurfa að vera mikið sterkar á bekkinum og halda honum lengur innan liðsins. Og svolítið mikið í því að vinna bökkinn og losa sig við það bara strax aftur. En ekki fara að stað. Gunnar Ransson setur hann djúpt. Jóhann Leifsson fyrstur í hornið. Verðast þarna í bátinu. Falur kemur út með hann. Gunnar með undarheitt skotin í horn. Hilmar, hann er fljótur, vel gert hjá Hilmari. Setur með bakhöndin á marki sem Róbert ver. Virkilega vel gert hjá Hilmari þarna. Og Róberti líka. Og það er rangstaða. Hann er búinn að vera ansi öflugur hann Hilmar í vetur í deildinni. Sem kemur með þetta. Kemur þessu yfir á Kristján Róar. Ungur og efnilegur strákur, mjög sterkur. Víkingar vinna bekkinn aftur. Róbert Haberg kemur upp með hann. Hann reynir á mikið þarna, missir hann. Víkingur Ingi fær þarna Byltu. Okkur fer út af svellinu og það er uppkast inn í svæðinni hjá Fjölnismönnum. Fyrsta línan hjá Fjölnismönnum var svona búin að vera hættulegust hjá þeim í dag. Þeir eru þar stiga hestir í liðinu hjá Fjölni. Viggo og Hilmar. Viggo með 13 stig og Hilmar með 11 stig. Ég var að tala um að það vantaði leikmenn. Það náttúrulega vantaði líka hjá Víkingum Orra Blöndal. Það vantar ansi mikið í Víkingarlið og eitthvað í Fjölnislið líka í dag. Jónsson sendur aftur hérna, mátti greinilega ekki skipta. Mátti semst ekki ef að þú hendir pekkinum í æsing, það mátt ekki liðið skipta sem að setti pökkinu í æsing. Jónsson gerir vel hérna, setur maður Martin Simonek sem er með fínt skot en Róbert sér við þessu.
Ormur setur hann í ramman fyrir Matta en aðeins svo langt. En Matti nær honum engu að síður. Heldur þessu djúpt ára. Ágúst Máni setur hann bara inn á mark. Vel gert. Það var nú sagði til næsta bæri að setja annað hérna í dag. Ég held að þetta sé fyrsta marki sem Ágúst Máni skoraði fyrir meistaraflokk. Sem hann skoraði á. Gaman að því. Ráðarsson vinnur bökkinn í vatninu, kemur svo djúpt á Ágúst. Svo kemur svo aftur á Gunna. Það er barátta þarna vatninu og Fjölnismenn koma með bökkinn út. Það er alveg super pressu. Kópur. Martin Semanek með langa sendingu hérna upp á Viggo. Viggo setur hann upp á Fal. Nei, á Hilmar segir. Viggo aðeins vinna fyrir sér en Viggo stendur þetta sem heldur bengið missir hann núna reyndar og það er ágætt hugmynd þetta í Hafþóri sem að það er hann að vippbúnum á inn á Unna. Gunnar Kori færi og missir pökkinn úr kílmunni. Dauða færi. Það koma Fjölnismenn. Viggo setur hann fyrir Hilmar og Hilmar kemur skotinu ekki á markið. Þetta hefur ekki verið hættulegt. Þar setur hann bara beint í staðan hjá Hilmari en Víkingar koma rætt upp. Jóhann Leifsson með Una með sér, setur hann á Una með skot sem að Styrmir ver. Hálfmáttnöð skot. Unni búinn að vera ansi öflugur í vettur, kom með alveg hellinga stigum. Ég held að hann sé bara mest stigasti maðurinn í liðinu. Skilabóð frá Daða Erni Heimilssyni sem er nú fyrirverandi leikmaður beggja þessara liða. Þó lengst af hafa hann spilað með Fjölni, eða Bítnir eins og hittu þá. Niklas Byggi hérna segir mér að Hummel afturbak sé Lamö. Ég veit ekki af hverju þessi skilabóð komir, þau eru skemmtileg. Hann er nú líklegast að horfa á leikinn núna. Þó hann hafi nú spilað lengst af með þeim svartklæddu, þá held ég að einu beini sé hann alltaf svolítið rauður. Eins og allir þeir sem hafa komið norður og spilað. Skilur alltaf eftir eitthvað smá í hjartanu. Kópur setur hann upp á Kristján. Jóhann Marr segir og Kristján missir hann. Það er það Ormur með ágættu skot sem að Styrmir ver. Líridón í uppkastinu á móti Mattíasi. Mattías hafði betur. Mattías kemur hann upp á blálið. Gunnar Arason með skot sem er stoppað af Gunnari Guðmundssoni. Ormur með fínt skot. Spáni setur hann upp á Orm. Annað skot. Styrmir heldur þessu, gerir vel. Já. Ferði ekkert mikið með þessa tvo þarna turna í vörðinni, Martin Semanek og Viktor. Þetta eru tveir alvöru skrokkar. Ekki svo auðvitað ferðir. Jóhann Leifsson undir uppkastið, heldur tekkinum, skilsamur. Og setur hann fyrir Una sem á skot framhjá. Í barátunni við Viktor og Martin kemur með bökkinn. Steinleikja er hérna bara
gerir vel á bláu línni hérna. Bökkurinn svolítið týndur hérna. En það er Hilmar sem kemur upp með hann, setur hann yfir á Viggo. Hilmar og Viggo eru erfiðir að eiga við. Setur, þarna var Falur aleinn í slottinu. Martin Simonek með skot beint í lappirnar á Hafþóri. Sem kemur honum á Una, Uni tekur skotið og styrmir vel. Hafþór og Uni þessum tveimur þykir ekkert voðalega leiðandi að hrista þess upp í mönnum. Aðeins að stríða. Róar með bökkinn, setur hann hættuleg sending hérna upp á Sölva en hann sleppur til. Sölvi kemur honum hérna yfir á leikmannum 19, ég veit ekki hvað það er. Pétur Ingi, útlu strákur einhver. Svo gerir vel hann að Pétur, setur hann bara djúpt. Það er Róbert Hafberg. Gerir vel hann að kemur honum yfir á Baltasar. Baltasar konið færi en Styrmir sér við honum. Reyndi hann að bakhandaskot. Styrmir gerir vel. Við fáum uppkastin í varnarsvæði hjá Fjölni. Og Matti. Lýridón hafði betur en dómarinn ákveður að taka þetta aftur. Hvers vegna er ég ekki alveg viss, en þetta Andri Sverris hafi verið aðeins og fljótur inn í hringinn, geti verið. Birni var hérna fyrir félagsinu landsliðinu Gunnar Guðmundsson. Fín sending hjá Gunnari hérna upp á Andra Sverris. Og fylgismenn var að Lýridón. Gunnsteinn, ungu strákur hérna, efnilegur. Aftur blokkar Ágúst Máni skot. Lýridón og aftur Martin. Unni og Andri Sverris þetta pressu á þá. Viktor missur þetta. Skot inn í þöguna. Jóhann Leifsson. Það er einhver hiti hérna í mönnum fyrir framan markið. Unni Blöndal heitur. Svona ákinn til. Og Hilmar er bestur í honum. Reyna að hæsa hann upp. Dómarinn leiksins Sæmundur Leifsson, hann setur bara báða í box í 2 mínútur fyrir röffing held ég. Og við spilum mjög líklega bara 5-5. Bökkinn inn í horni.
sér Viktor. Kemur upp á blálínuna, Halldór Skúlason með sendingu yfir á Birki. Flott sending. Birki var í smá vandræðum með að höndla pökkinn hann eitthvað en kemur svo samt á markið en Styrmir sér við honum. Gaman að sjá Róbert Pálsson hérna að spila center fyrir Fjölni. Ég veit ekki hvort hann hefur gert þetta áður, ég veit það ekki. Þess að sjá hann vanlega í vörðinni en hann sleipur til að spila hvað sem er. Halldór Skúlason lætur vinna fyrir sér. Fjölnismenn komnir í færi hérna. Pálsson fyrir skot hérna. Hefnaðist ekki. Og það er dómur. Halldór Skúlason að fara í boxið í 2 mínútur. Fyrir hvað? Er ekki við sporting eða röffing? Á 28. mínútu og 80 sekúndu er sigurvegari SA leikmaður númer 89 Halldór Skúlason fær fyrir Sporting. Jájá. Þannig að Fjölnismenn þá tækifæri í fyrst skipti í leiknum núna. Einum fleiri á plápleginu. Martin, Viggo bara með skot úr svona skrýtnu stöðu. Það er nú Hafþór. Andri Hafþór lætur Viggo finna fyrir hérna. Þetta var glæsilegt mark. Þetta var ansi gott mark hjá Liridon. Ég sá ekki alveg hvernig þetta gerðist. Það sýndist það var bara eitthvað klafs pökkinn og hann hafði bara skotist inn. Staðan orðin 3-1. Fjölnir aðeins að minnka muninn. Sjáum þetta aftur hérna núna. Þá sjáum við Hafþór fína tæklingu hérna á Viggo. Svo er pökkur bara, hann bara smellur honum í skeytin. Vel gert. Eftir líklegast ekki nein stóðsending á þessu. Falur Guðnason skráði fyrir markinu. Þetta hefði verið í Liridónin, hann er skráð með stóðsendinguna. Það var Andri Sverris í horninu. Bara fyrir Martin og Róbert. Smáni kemur til hjálpar. Viktor. Það var Arnar yfir og Arnar með fínt skot sem er blokkað. Smáni kemst í gegn og skot. Það er varið. Arnar setur þetta bara djúpt. Og Ormur með fínt skot. Þá kemur Gunnar Guðmundsson í færi. Það var dapurt. Gunnar kiksaði þarna. Viktor sterkur í hornunum, vöðlar þarna sem mér sýnist Arnari í ísinn. Arnar svara fyrir sig með því að slá í hann alveg gjörsamlega glórulaust og er að fá dóm fyrir það held ég. Já, rauður 17 fyrir slassing. Þetta er bara hárréttur dómur og þannig er Arnar að láta skapið fara aðeins með sig. Viktor búinn að mannhöndla hann aðeins í horninu og hann ákvað að svara fyrir sig með því að slá í hann með kilunni og það er bara dómur, 2 mínútur. Þannig að núna fá Fjölnismenn annað tækifæri til að minnka muninn enn meira. Spila næstu 2 mínútur inn fleiri.
Richard Dattinen sendir hérna inn á Jóhann Leifsson og Ágúst Mána með Skúlason bræðrunum í vörninni. Þetta eru strákarnir sem eiga verjast þessu powerplay. Og Fjölnismenn vinna ykkar stíl. Það er Kristján Róar. Setur hann djúpt. Falur, Kristján Róar aftur, Falur aftur. Fínasta tækling hérna hjá Andra Skúlasyni. Jóhann Leifsson kemur í færi og vel gert! En Jóhann ekki sáttur við að fá ekki dóm þarna. Ég finna að sér það verið haldið, en þetta Rauðir ætti nú að einbeita sér meira eða spila hockey, heldur nú að tuða endalaust núna. Og að láta hann hlutina að fara í töðunar á sig, það er þegar búið að kosta á það 1 mark og 1 dóm, auka. Orða Falur og Hilmar. Falur setur hann aftur, döpur setting. Andri Skúlason reynsaði þessu bara út. Orða Falur setur hann á Róbert Pálsson. Þessar setur pressu á Róbert og drepur þetta á nokkar sekundur. Gunnar Guðmundsson sem sækir puckinn. Endar hérna bara upp í stúku. Það er ennþá 32 sekundur eftir að powerplayinu hjá Fjölni. Þurfa að komast inn í svæðið til að nýta þetta betur, en Víkingar vinna þetta aukast. Bakki að skilja þetta vel og Bjarmi hreinsa bara. Viktor sækir puckinn niður og Martin Simonek gefur svo huggarinn upp. Leggur hann aftur á Viktor og Viktor með hann hérna yfir á endalega. Og Liridon komin í færi og gerir þetta hrikalega vel. Það var ofboðslega vel gert hjá Liridon Dubjako. Númer 77 hjá Fjölni. Kom með mark átti stóðsendingu á hann, þannig að hann er búinn að vera öflugur. Staðan er 3-2 og við erum heldur betur með leik. 8 mínútur eftir annarri lotu og við vissum að Richard Dattinen er ekkert sérstaklega ánægður með þetta hjá sínum mönnum. Bara úr því að vera með leikinn algjörlega í höndunum á sér og svo láta einhvern pirring slúðra þessu niður. Það koma Fjölnismenn og þeir eru bara hættulegir eins og staðan núna. Með skot sem aðeins blokkað. Birki vinnur puckinn. Og Róbert Hallberg missir hann. Það er mikil barátta í Fjölnismönnum núna. Og Róbert Hallberg setur upp á Arnar sem missir hann. Birkir segir. Kemur Kristján Róar, setur hann bara djúpt. Það er öflugur strákur, Kristján Róar. Baltasar kemur þá á ferðinni, nýttur úr hraðandringur. Setur þetta bara upp markið og styrmið ver. Baltasar kemst í frákastið en kemur þessu ekki inn. Æj. Þetta var ansi tæft. Mikil barátta þetta núna. Gunnsteinn, númer 14 hérna fær á sig tæklingu og Víkingar róa þetta bara aðeins niður. Stilla upp í breakout. Halldór Skúlason sem leggur að stað með puckinn. Hann lappar bara hálfa leið og
missir hann. Þetta var ekki vel gert en heppnir þarna bara að fá að gefa okkur breakaway. Andri Sverris setur hann bara í ramman fyrir Matta og Matti með mann með sig, horfður upp drengur og færi aftur ver Styrmir. Styrmir að gera virkilega vel í markinu núna í annar lotunni. Þarna kemur tækling sem að var allt og sein. Þeir eru bindið lappendar á honum og Fjölnir að fá enn annað tækifæri til að vera einum fleiri. Það gefur þetta dómur fyrir tripping. Jóhann Már Leifsson lætur bróður sinn Sæmund Leifsson heyra aðeins. Eitthvað eru Víkingar ósáttir en Fjölnismenn er að fara fram að fá leikhlé sem að þeir fá. Og nú er væntanlega Gunnlaugur Thoroddsen og Gunnar Guðmundsson að teikna upp eitthvað ákveðið play hjá sér. Hvernig þeir vilja koma pekkinum inn í marki hjá Víkingum. Ég held að Richard Tattinen sé bara að segja sínum mönnum að anda rólega og hætta að láta Fjölnismenn pirra sig. Einbeitt þessari leiknum. En þeir þurfa að vera grimmir núna Víkingar. Þeir ekki fá að sig annað mark. Bjarmi og Gunni Ara í vörninni, Róbert Hafberg og Hafþór Andri. Þessi fjórir ætla að reyna að verjast á plápleginu. Martin Simonek fyrir Fjölni. Vel spilað Viggo með pökkinn upp að Martin. Martin með skot, fínt. Vel varið af Róberti Steingríms og Gunni kemur þessu djúpt. Aftur Fjölnismenn setja bara djúpt og Viggo Lindsson fyrir inn í svæði bara missir hann að það klaufalega gert. Arnar Falur, Martin Simonek ætla að setja hann aftur á Fal þarna en Falur dettur og hann fer bara sjálfur með hann inn. Sterkur á bekkinu og hann fyrir líka, ég ætla alltaf í skotið þarna en Bjarmir hinsar, kemur þessu út. Rétt slapp út fyrir. Hafþór setur pressu á Martin, hann lappa bara inn. Setur hann hátt yfir. Kristján setur hann djúpt, Gunni Guðmunds, Bjarmi, Ágúst Máni í baráttunni. Kristján aftur. Og Bjarmi kemur þessu út. Já, hann gengur ekki eins vel núna Fjölnismönnum í powerplayinu. Þrjátíu sekúndur eftir. Bjarmi lætur Líðdón finna aðeins fyrir sér. Kannski að fá eitthvað högg þarna, Bjarmi. Gunni Ara fyrir skiptingu. Það koma Fjölnismenn. Kristján Róvar. Rólur á bekkinu, Róbert Pálsson setur hann aftur inn á Kristján. Kemst ekki andan leið. Og SA-menn með fullskipa lið. Þá er það Andri Skúla með ágæti skot sem að Styrmir verð með killuvendanum. Birkir setur hann djúpt á balta en missir hann frá sér. Allt annað að sjá til Fjölnismanna hérna í annarri lotunni. Og er það Matthías Stefánsson. Setur hann djúpt á Andra Sverris. Þetta framleiki á Róbert og það heppnast. Róbert heldur berjast inn
nafnabræðurnir Róbert Hafberg og Freyr. Það er að koma út bökkinn, þá er það Martin Simonek og með sér, setur hann bara á markið, ekkert vitlaus hugmynd. Skóðin gerir vel og reynsa, Styrming kemur svo strax í spil aftur. Það er svona kraftur í mistök hérna í vörninni en sleppa með skrekkinn. Þetta hérna í horninu. Jóhann Leifsson sem kemur út. Og Jóhann gerir vel og skora! Hvílíkt mark hjá Jóhanni Leifssoni. Algjörlega háttar vörnina hjá Fjölnismönnum þarna. Vel gert. Fáum að sjá endursýningu á þessu. Kemur ekki bara upp úr horninu hérna með pökkinn. Datt þetta út. Og þetta er ríkala vel gert. Ríkala vel gert. Ég veit ekki hvort að einhver fái stóðsendingu að þessu, ég er bara ekki viss. En staðan 4-2, 2:20 eftir að annarri lotu. Þú voru nokkuð fjörulota. Bjara með fína sendingu með Gunnar og Jóhann. Never icy. Já, við fáum uppkast inn í varnarsvæði Víkinga og það er Líridón og Jóhann Leifsson sem að fara í uppkastið. Hafþór gerir vel, kemst inn í þetta, fær pökkinn aftur og Hafþór og kloppar hann og staðan 5-2. Ríkala vel gert. Þeir voru snöggir að svara fyrir sig núna. Víkingar 2 mörk bara hérna á nokkur sekúndum. Hafþór Andri gerði mjög vel að komast inn í sendingur hana og pökkurinn barst til hvort það var Baltasar. Andri Þór Skúlason og Baltasar fá stöðninga það. Það var Hafþór kemst inn í sendingu og kemur þessu og fær pökkinn afturinn og kemst í breykku og skorar milli lappan á Styrming. Áfram höldum við Mattías í horninu, kemur þessu yfir. Smónin kemur þessu úr svæðinu, skynsamur. Viktor missir þetta. Það er rangstað. Einu 30 eftir að annar lotunni. Staðan orðin 5-2 og gerast hratt hérna síðustu mínúturnar. Andri Sverris kominn í færi og kemur ekki skotinu frá sér. Vel gert hjá Martin Simonek í vörninni. Bjarmi setur pressu og kemur svo djúpt. Andri setur þetta í opið svæði en Fjölnismenn ná þessu. Þetta var hættuleg sending hérna fyrir framan eigin mark. Ágúst Máni aftur í færi hérna en einhver liggur eftir hérna.
Eitthvað hefur hann meiðst hérna Jóhann Mar. Haltrar hérna út af, ég sá ekki hvað gerðist. Andri Sverris að fá dóm. Hvort að Andri Sverris að fá dóm fyrir nýjing eða eitthvað, ég ekki alveg viss. Alltaf að 2 mínútna dómur það og enn eitt færið fyrir Fjölnismenn. Skora einu fleiri. Á 38. mínútu og 57. sekúndu refsingarleik SA. Leikmaður númer 44, Andri Freyr Sverrisson, 2 mínútur fyrir nýjung. Já, 2 mínútur fyrir nýjing. Ég hreinlega bara misti af þessu. Áfram höldum við réttur mínútu eftir og Fjölnismenn tækifæri til að minnka muninn. Martin Simanek kemur sigur á Viggo. Sendingar hjá þeim eru alveg afleitar. Jóhann Már Leifsson kemst inn í. Gerir bara vel, heldur bekkinum, kemur sér bara aftur inn á mark. Fyrir á Haffa. Og Viggo fyrir í svæði hérna. Ég held að þessi þriðja sendingin er röð hjá Viggo sem hann sendi bara eitthvað. Áframhaldaðir, Viggo yfir á Martin og skot frá Hilmi sem er framhjá. Viggo, Martin, Hilmar klár í one-timerinn en Martin setur þetta bara djúpt. Og Arnar gerir vel, kemur þessu bara út og Hafþór kora ferðina. Arnar er með honum. Skynsafur hann það, oi! Færi, vel gert í Haffa þarna. Björn Már Jakobsson með skot beint í lappirnar á Viggo. Og það er leiksluturinn búinn. Staðan 5-2 fyrir Víkinga og það er ennþá 52 sekúndur eftir að powerplayinu hjá Fjölnismönnum, þannig að þeir byrja þriðjulotunni í powerplay og vilja væntanlega setja mark strax bara í powerplayinu til að setja smá pressu á Víkinga. En þjálfararnir fara inn með liðunum og ræða málinn eitthvað. Ég ætla að fara niður og fá mér kaffi. Heyrjumst aftur eftir 15 mínútur.
Já, þá erum við að fara að detta í þriðjulóttuna. Staðan er 5-2 fyrir SA Víkinga í svolítið kaflaskiptur leik. Víkingar byrjuðu mun betur og voru 3-0 yfir eftir fyrstu lótu og voru bara mikið betri aðilinn. Svo kom lóta nr. 2 og hún var svolítið kaotísk, orðað það svo. Fjölnismenn gerði vel að komast inn í leikinn með 2 mörkum í powerplay. Staðan allt inn í 3-2. En þá komu 2 mörk í bara einum hvelli frá Víkingum aftur og staðan er það í 5-2. Þetta skot á mark séu 13-5. Það er hérna spurning hvort það er svona skrítið tala hérna sem að þá uppgefið. Það breytist eitthvað við hérna að refresha þetta hérna. En segir ennþá 13-5 í skotum. Ég held að sé komið meira það. Þetta eru upplýsingar sem ég hef hérna af Alþjóðlega Íshokkísambandsins. Smá töf á því að leikurinn byrji hérna. Hverju er ég nú ekki viss. Eitthvað að laga hérna í horninu. Eitthvað aðeins blautur ísinn sýnist mér og sé að Sæmi er farin að skúra þarna, ansi lipur við skúringastörfin. Greinilega búinn að gera mikið þessu heima á sér. Það er þriðja vaktin á svellinu. Gerir þetta afskaplega að sjá hvað hann er lipur. Það er búið að kalla út allt tiltækt lið hérna í skúringarnar. Ari og Leppi vera komnir hérna líka. Það eru kannski 2 mínútur döfi viðbótið að svo. Meðan Ísraelin á að frjósa betur. Það er að bladra mikið hérna með við erum að bíða. Við bara njótum þess að hlusta á Kvarasi. Loksins
segir einhver. Sæmi er búinn að gefa grænt ljós á að byrja þetta og Baltasar vinnur uppkast á Róbert Hafberg likar upp bökkinn og setur þetta bara djúpt. Víkingar eru einum færri næstu 45 sekúndurnar. Martin Simanek með Fal með sér á síklingurina. Ákveður að nota bara ekki neitt. Hendur svo voru tekkinu beint í spaðan á Gunnar Arnarssoni. Gunnar með langa sendingu á Balta og Róbert fyrir inn á mark. Kemur honum ekki á milli, fín tilraun. Var það Martin Simanek. Falur pikkar upp bakkinn. Martin svæði. Á Hilmar. Hilmar. Og við eru orðin jöfn. 5-5. Og það Mattias. Kristjánsson. Skot á markið, missir bakkinn. Sverris, Hilmar taklar hann. Reynir að koma sér út en setur þetta bara beint í spaðan á Björni Má. Setur þetta djúpt. Kristján Hróar kemur á ferðinu og ætlar að setja pressum hættum bara við. Ágúst Máni heppinn að hætti eiginlega bara við tæklinguna fylgjarsmaðurinn. Jón Leifsson kominn í færi og það nú við bara hann út fyrir sýnist mér upp í netið og við fáum bara uppkast inn í varnarsvæði Fjölnis. Líridón og Jón Leifsson uppkastinu sem að eða bara jafnt en Jóhann vinnur pökkinn. 8 kom á húkingdómur en kom ekki. Þessi var næstíð farin inn. Guðmundsson skynsamur kemur sér bara út fyrir. Róbert Pálsson hendur hún frá sér. Víkingar fara djúpt að sækja. Unni setur hann bara djúpt inn í svæði og þar kemur Birkir á ferðinni en nærist ekki. Baltasar í baráttunni. Og Birkir heldur bekkjunum í baráttunni við Martin Simanek sem er hann á einhver kíló að munur á þessum tveimur. Baltasar kemur með pökkinn upp á Andra Skúla sem setur hann bara á markið. Kemur Líridón, hann er sleipur. Hún að skora eitt og leggja upp hitt, þannig að hann er að reynast Víkingum pínu erfiður. Það er bara skotið þröngufæri sem að gerir ekki neitt en Gunnar Arnarsson hendur pekkinum Andra Skúla sem að slaka sendingu upp. Hérna yfir á Róbert Hafberg. Ferðinni Martin sér við honum. Viggo, Falur, Viggo aftur og færi og þarna munaði litlu. Bjarni gerir vel hérna. Viggo. Það er bara svona skrambl og barátta þarna pökkinn. Falur kemur út úr þessu með pökkinn. Setur hann á Kristján Hróar sem að skýtur beint í lappirnar á Ágústi Mána. Þetta er auðvitað þriðja skotið eitthvað sem Ágúst Máni blokkar í dag. Setur pressu. Hafþór og Ágúst Máni báðir í pressunni. Vel gert. Ágúst Máni með Hafþór! Nei, og sko Ágúst með mark nr. 2! Jájá. Akkur að hætta þegar maður byrjar að skora.
Ágúst Máni að gera gríðarlega vel hérna. Setti pressu og vann eiginlega pökkinn hérna, kom honum á haffa sem að náði ekki að klára færið en Ágúst Máni hirti frákastið og skoraði sitt annað mark í dag. Virkilega flottur leikur hjá Ágústi Mána í dag. Já, 6-2 fyrir Víkinga. Það var að Unni Steinn, Björn Már og Halldór Skúlason. Setur upp á Matta, nei Hafþór segi. Unni setur pressuna á Martin. Hvert skipti sem að Víkingar hafa sett einhver alvöru pressu á varnarmenn Fjölnis þá hafa þær hreinlega bara hent pekkinum í og Unni Steinn í færi! Hann verið og fær hann að finna fyrir Hafþór mættur til að pakka upp félagann. Það er eitthvað ræða málin. Hafþór og ég sá ekki hver þetta var. Unni Steinn Blöndal svona frekar aðgangsharður fyrir það mark Fjölnismanna. Hann vildi meina að bökkurinn væri laus og þess vegna hélt hann áfram að reyna að moka inn. Þannig ég vilt henni þegar þú setur ómikla pressu á markmanninn anstæðingur og þá verður allt vitust. En Fjölnismenn koma, Viktor setur hann upp og stýra þessu bara djúpt. Þá er það Falur sem setur pressu á Gunnar. Gunnar lendir í vandræðum hérna bakum markið. Falur kemur þessu fyrir en Róbert Hallberg klikkar þetta upp. Þá er það Viggo með pökkinn ennþá. Ágætið skot en yfir. Gunnar Arason lætur Fala aðeins finna fyrir sér. Hilmar, Falur. Róbert. Fínt tilraun hérna. Baltasar setur fína pressu á Viggo. Martin kemur þessu yfir á Viktor. Ágúst með fína tæklingu hérna á Viktor. Þá er það Líridón. Róbert Stengursson sá við honum, vel gert hjá Róberti þarna. Og Fjölnismenn. Eitthvað ósáttur hérna. Líridón, leikmaður nr. 77. Hann er bara ekkert að spila, hann er bara að spjalla í dómarann. Bara átt að þetta bak markið sem að Víkingar vinna. Andri Skúlason kemur þessu bara út. Það er líklegast bara æsing á Andri Skúla klára tæklingur eftir flaut hérna. Það er nú spurning hvað menn segja við þessu. Það er einhver dómur að koma hérna, cross-check. Leikmaður númer 7. Sölvi Snær Egirsson að fá 2 mínútna dóm fyrir cross-check sýnist mér. Það er næstir við hérna Gunnar Arason og Róbert Freyr Pálsson. Það býður til ykkur í svörum frá Sæmundi.
hornstefnu hérna fyrir framan dómararringinn. Sýnist nú allir fara sáttir þar. Þá fá Víkingar tækifæri einu fleiri. Að stilla upp í gott báfli og skora. Þá eru þeir eitthvað að ræða málin. Já, þá er það Falur og Unni í uppkastinu. Falur hefur betur en Víkingar ná bekkinum. Jóhann Már Leifsson lappar inn, setur hann upp á Gunnar, fær hann aftur. Þetta er fyrir röngt. Jói lappar, setur hann aftur á Gunnar, fær hann aftur og leggur hann út á Haffa. Samar Haffi Jói bara með skot og vel varið hjá Styrmi. Áfram höldum við rúm 1,5 mínútu eftir að powerplayinu og Víkingar halda pekkin í minni. En Fjölnismenn gera vel og reynsa. Jóhann Már Leifsson sækir pekkin þetta djúpt. Róbert Hafberg missir hana bara beint í hendurnar á Hilmari. Vinnur að fljóta aftur. Jóhann Már Leifsson bara róar þetta niður, býður slakkur. Kemur svo Arnar Kristjánsson sem er kominn djúpt inn í svæðið, setur það fyrir og... Þá var það Róbert Hafberg í færi og nú er Andri Sverris og Falur eitthvað að kýtast. Ósáttir hérna. Það eru mannabreytingar, þá er powerplay nr. 2 hjá Víking kominn inn á. Birgir, Balti og Róbert í sókninni. Arnar og Halldór Skúla uppi í vörninni. Gunnar Guðmundsson í uppkastinu á móti Balta en tapar hríf. Róbert missir pökkinn. Þeir halda þessu inni. Halldór Skúlason með skot. Þýðir lítið að skjóta á meðan markmann sér allt. Nú fá trafík fyrir að markið, við ætlum að skora á hann. Fjölnismenn vinna uppkasti en missa pökkinn. Og Halldór Skúlason sterkur á pökkinum. Hann er ekkert og hendir ekkert Halldóri Skúlasyni af þér svo auðvitað. Stórstrákur og sterkur. Halldór með pökkinn yfir á Arnar. Arnar sér hann heldur þessu samt inni. Vel gert, Birgir setur pressuna hérna á Viktor. Bæði lið með 5 leikmenni núna. Sölvi Snær komir úr boxinu. Gunnar Arason blikar hann upp í horninu. Setur hann upp á Ágúst Mána sem að missir hann frá sér. Færi og mark. Það var snillilega gert, pínu klaufalega gert í vörninni hjá Víkingum þarna. En vel klárað.
það ekki bara Hilmar sem að skora markið og Viggo Nilsson með stóðsendinguna. Við sjáum þetta aftur eftir augnablik. Við sjáum þetta. Ágúst Máni missir tökinn þetta. Hilmar kemur þessu yfir á Viggo og Viggo reynir og skorar ekki en Hilmar tekur frákastið og skorar. Já, 6-3 og það er ennþá 11 mínútur eftir að leiknum, þannig að það er nógu tími fyrir Fjölnismenn að saxa betur á forskot Víkinga. Víkingar missa tökinn út úr svæðinu og Fjölnismenn að halda þessu koma þessu yfir á Martin Simonek og hann kemur þessu yfir á Viggo. Þeir eru mjög mikið innan núna, þessi lína. Það er þeirra besta lína. Bjarmi lendir í vandræðum en reddar þessu. Kemur þessu á bróður sinn sem að keyrir inn og settur þetta bara markið settur þrennuna. Fín tilraun. Fín vörn hjá Fjölnismönnum. Ánægður með Blutsnú húsins. Henda í smá skálmöll til að kveikja þess í leikmönnum. Aðeins til að kynna upp í þessu. Fjölnismenn vinna uppkastið Kópur sem að setur þetta bara vitt á Sölva og Sölvi kemur þessu fram á Liridon. Róbert Stengriðsson næstum búinn að gefa þarna eitt mark og Jóhann Leifsson líka bara aðeins að lifa á brúninni hérna í vörninni. Rauðklæddi núna. En þá kemur Jóhann Leifsson, setur þetta vitt á Unasteinn og Jói fer inn á mark. Fær hann aftur og vel varið á Styrmi. Fínt spil hjá Víkingum. Taka svolítið miklu breytingum þessi fyrsta lína hjá Víkingur núna í vetur. Hafþór var meiddur og svo meiðist Andri Mikaels og Unni er búinn að vera að leysa til skiptis af Hafþór og Andra. En þeir halda alltaf áfram að skora. Gunn setur tóninn, einn dans við mig. Höldum áfram Gunnar Arason, kemur sér niður á Róbert og Róbert með fína sendingu í slottið á Baltasar sem að setur hann framhjá. Vel spilað. Virkið þarna háttar Viktor í vörninni. Dettur en heldur pekkinu samt. Og Fjölnismenn koma þessu út úr svæðinu. Það var það Ormur. Lögsending hérna. Það flauta ekki æsingu þetta samt. Robert Hafberg. Skilsamur setur hann bara djúpt þarna á Baltasar sem að hendur þessu bara á markið. Það er þetta verri hugmyndir en það. Það var Liridon og Hilmar. Hilmar er hættulegur. Andri Skúla gerir vel. Skúla með bökk í bak á markið. Bara rólegur. Leggja sig bara þarna bakum markið. Lengja af stað, kemur þessu upp á Ágúst Mána sem að missir hann frá sér en Matthías Stefánsson er fyrstur í þetta. Tekur tæklinguna og heldur áfram. Það var Andri Sverris og skjóttudryggur. Eitthvað sýnist mér nú Styrmir markmaður vera meiddur og já, það eru flauta.
ekki hvað gerðist hjá Styrmi þarna. Andri Skúla kemur eitthvað að klappar honum þarna. Hann hefur skotið hausunum eða eitthvað, ég veit það ekki. Þannig hefur helst bara vilja bíða aðeins lengur og fá að klára lagið með Hemma þarna, en aðja, það fær ekki allt sem að vill. Lýridón með fínt skot með bakhöndinni þarna framhjá. Viktor þarna. Það hefði ekki þorðið áreinstur. Martin Sýmarik sendur þetta djúpt. Sölvi Snær grimmur í böngin þarna. Nærmast ekki, Halldór Skúlason kemur þessu upp á Ágúst Mána og Mattías, Ágúst Máni með. Þá var það Hafþór, gerir vel, skjóttu, og frábær sending hjá Hafþóri hérna yfir á Mattías Stefánsson sem að nær ekki að klára. Styrmir vel frá honum. Það var Garmi, fínt skot og fín vinna hérna hjá bróður hans fyrir fram markið. Það reynir að vera fyrir markmannum, hann að sjá ekki og skrínan. Alveg dúndur leikur hjá Ágústi Mána í dag. Við fáum uppkast þegar 7 mínútur og 90 sekúndur eftir. Sem að Fjölnismenn hafa betur í og kemur Hilmar á siglingunni Viggo með honum hérna. Hilmar tekur skotið, Róbert ver þetta með kill við endanum og Jóhann Leifsson kemur út úr svæðinu. Koma Fjölnismenn. Eitt mark frá Fjölnismennu núna myndi svona koma þeim í ákveðsvonlega stöðu til þess að reyna að setja smá pressu á Víkinga þarna síðustu mínúturnar. Var á Sölvi Snær en Ormur gerir vel. Kristján Hróar í baráttunni við Birkir. Birkir hefur betur, kemur þessu á Gunnar Arab. Núna bara róluðu bak um markið en það liggur okkur ekkert á þarna. Rauðglöndum. Róbert Hafberg kemur þessu á Orm þarna. Aja, settu þetta bara drengur. Fínasta skot sem að Styrmir ver. Birkir sækir djúpt, kemur svo á ferðinni hérna. Þetta fá ekki bara Viktor á sig þetta. Fer þetta bara yfir Arnar Kristjánsson. Það er örugglega helmingsmunur á þessum mönnum í stærð. Sem er eitthvað langa og fína sendingu hérna á Falur. Það er ekki, hefði þetta komið inn á Viggo þarna sem var að keyra inn á mark. Við viljum heiklast ekki séð hann strax. Og þá er það Ágúst Máni. Matti með honum, skjóttu bara drengur. Hásbreytt frá því að sitja í trennuna þarna. Áfram berjast þeir. Fjölnismenn hreinsa þetta bara út, 5 mínútur eftir að leiknum. Jói kemur á sækir, þetta fær bökkinn hérna, kemur á ferðinni hérna. Nei, hætti við. Fína sendingu hérna verður á Unna sem að missa hann frá sér. Halldór Skúla, skot sem að Lýridón ver. Og Halldór með frábæra tæklingu hérna á Martin Sýmarik sem ætlaði að kloppa hann. Þá var það Sölvi Snær, Unni Steinn. Sendingun hefur á Jóhann Leifsson. Jóhann snýr af sér Kristján Hróar. Unni komin í færi og skorar! Vel gert. Það var vel klárað.
eitthvað að þessu marki hjá Una. Jóhann Már Leifsson snýr af sig manninn hérna, kemur svo Una. Uni labba bara inn og leggur þetta með bakhöndinni í fjærhóttið. Virkilega styrtilega gert. Þetta fór eiginlega með leikinn hjá Fjölnismönnum. Þeir hefðu þurft að setja næsta mark. Man skal svo sem aldrei segja aldrei, en það er stór biti að það setja 4 mörk á 4,5 mínútur. Nú var að sé ýmislegt gerast. Áfram höldum við. Kristján Hróar í smá vandræðum hana, Róbert Tapek setur press á hann og Styrmir þarf bara að halda bekkjunum. Hilmar setur þetta upp á Viggo sem hangir þetta frammi. Setur hann Kristján Hróar en Róbert Tapek gerir vel. Baltasar og Birkir kominn inn á mark. Birkir fær hann og Birkir við færi! Nær frákastinu líka en Styrmir sá við honum í markinu. Styrmir búinn að eiga fína leik í markinu á Fjölni þráttur eða búinn að fá á sig 7 mörk. Það er búinn að verja ansu vel oft. Með skot. Það var Róbert Freyr Pálsson, kemur þessu yfir hérna ágætið skot sem að Róbert Stengursson ver. Og Adolf Skúlason afgangsharður hérna með Sölva Snæ í horninu. Bendingar þarna að Olbogi, ég veit ekki hvað er að gerast hér en Sæmundur dómari er að setja Adolf Skúla í boxi hérna í 2 mínútur fyrir boarding síns mér. Já, 2 mínútur fyrir boarding. Sjáum hvað Fjölnismenn geta gert hérna í yfirtölunni, einum fleiri. Þeir ná að hérna nýta sér þetta eitthvað. Þeir vinna uppkastið Martin Simonek niður á Hilmar. Hilmar fer í skotið, fínt skot sem að Róbert ver Bjarmi fljótur inn að marki. Ánægður með þetta. Og ekki gefa andstæðingunum neitt tíma fyrir fram á markmanni sinn. Aftur vinnur Falur uppkastið. Martin er á Hilmar. Hilmar bara aftur með skot, bara nákvæmlega sama uppskot á hann. Lýridór kemur þessu upp á Martin og fær hann svo aftur. Setur hann hérna inn í miðjun á Viggo, Viggo upp á Martin og Martin með skot Róbert ver. Það er hiti hérna í mönnum fyrir markið. Bjarni og Hilmar í einhverju
baráttu. En með því að Hilmar tanglar eitthvað aðeins í Bjarma þarna, það var ekki stórvægilegt en hann fær innan 2 mínútna dóm fyrir líklegast bara röffing eða eitthvað slíkt. Þannig að við munum spila 4-4 næstu 1,5 mínútuna. Það getur oft verið skemmtilegt, það er oft meira pláss á ísnum fyrir menn og verður oft skemmtilegt. Það var 2 mínútur í cross-check. Og þá færist uppkastið inn í varnarsvæði Fjölnis. Jóhann Leifsson ætlar sér að reyna að vinna þetta móti Róberti Pálssyni, liðsfélagi sínum úr landsliðinu. Það gerir hann, Björn Már Jakobsson með skot og Hafþór í frákastinu. Bjart hjá Jóhanni þarna baksekkinu. Það setur hann þetta svæði fyrir Jóa en það gerst nú ekki langt þessi bökkur. Björn baráttunni við Sölvar Snæ. Það er eitthvað þarna Björn Már Jakobsson að fá 2 mínútna dóm fyrir crosscheck. Já. Það þýðir ekkert fyrir hérna kvart yfir þessu, þetta var nokkuð augljóst. Þetta var svolítið pirringsbrot hérna í þessu leik. Það er eins og menn séu allir svangir bara. Ekki það sjálfu, það fyrir að skapja á mér í þessu okkur ef ég fæ ekkert að borða. En þá eru Fjölnismenn 4-3 og þetta er hættulegt fyrir Víkinga. Og Fjölnismenn vinna þetta uppkast og hafa því allt pláss í heiminum hérna í sóknarsvæðinu hjá Víkingum. Og Martin Viggo, og það er mark. Viggo Lindsson á þarna skot sem að Róbert Þengirsson ver og hvort það er ekki bara Falur sem að tekur frákast og skorar. Já, það þýðir það að Halldór Skúlason fær að koma úr refsibóksinu og við spilum aftur 4-4. Það sem er ekki með það á reyni hvað gerist eða svona er að þegar það eru 2 í bóksinu og til skorar á þig þá fær sá sem á minni tíma eftir að koma úr bóksinu. Við höldum áfram 2 mínútur eftir. Arnar kemur þessu hérna upp á Hafberg og það er Baltasar. Hendur bekkinum. Kraftur í löpunum á Balta þegar hann vill það. Það er flýgur áfram Arnar yfir á Róbert. Þetta er nú upp hérna. Snýr Viktor af sér skemmtilega. Ennþá með bökkinn. Andri Skúla. Skot framhjá. Róbert Hafberg byggjar þetta upp. Martin Simalek setur pressu á hann. Falur sem kemur út í svæðinu. Arnar Kristjánsson er nóg pláss. Lappar inn í svæðið. Já, fer bara inn á mark og styrmir sér við honum. Inn í styrni baráttu við Viktor og Róbert. Viktor lítið verið að fá dóm fyrir crosscheckandi. Það var voða mikið crosscheck hérna í dag. Þetta fljóta. Mínúta og 3 sekúndur eftir.
viljum við bara sjá Ágúst Mána inn á, gefa honum séns á þrennunni. Birkir setur pressu á Viktor, gerir vel. Fer í næstu tæklingu líka. Kraftur í honum. Birkir. Birkir. Það er eitthvað ósáttur þarna. Nú þurfa menn að vera skynsamir. Viktor í einhverju hnoði þarna við Una eftir að Birkir var komin út úr þessu. Passa upp á hvern annan að vinirnir. Við fáum ekki bara að sé eitthvað 2 mínútur fyrir Röffing hérna strákarnir. Senda bara Birkir getur verið. Nei, Unni líka síns mér. Jájá. Og Viktor. Já, það verður fjör í boxinu. Það er konið 3 rauðar treyjur í boxinu og 1 svört. Líklegast að segja að þið bara fá okkur 2 mínútur hérna, það er ekki stórvægilegt. Og sjá hvað kemur út úr þessu. Víkingarnir ættu nú að aðeins að reyna að róa sig og vera svolítið skynsamir. Við höfum ekkert efni á því að vera að missa menn í leikbönn hérna rétt fyrir úrslit. Viktor hjá Fjölni og Uni og Birkir hjá Víkingum fá allir 2 mínútna dóm fyrir Röffing. Ætli Uni og Birkir sé ekki jafn þungir og Viktor saman. Hann er stór strákur, Viktor, sterkur. Að þessa Víkingar spila með 3 á móti 5. Það er bara hannig. Núllast út refsingarnir af Birki og Viktor líklegast. Þannig að þeir fá 5 á 3 powerplay hérna. Hilmar og fínt skotfæri fyrir Martin Simanek en Robert Verda. Gunnar Arason kemur þessu bara út. Björn Már kemur úr boxinu og spilum við 5 á 4. Simanek kemur svo Falur aftur niður á Martin. Falur yfir og Lirdon, hann er kvikur, hann er skemmtilegur leikmaður. Ára Viggo setur bara markið. Hilmar var hérna í að skrína Robert og þar með er leiktíminn liðinn. SA Víkingar fara með sigur á Hólmi hérna á heimavelli 7-4. Þetta var ágætt leikur, fín uppbytun fyrir úrslitin sem bara hefjast fljótlega. Svo hérna eftir smá stund er leikur SA Jötna og Fjölnis í
Íslandsmótinu hjá U16. En leikmenn hérna takast í hendur og þakka fyrir þokkalega drengilegan leik, þó hafa verið smá pústrar. En Rúnar Freyr Rúnarsson heiti ég, þakka fyrir mig, þakka fyrir samfylgdina, njótið helgarinnar. Good luck,